Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í áframhaldandi samræðu eldhitamál sem vók og antivók og eiginlega ýmislegt svona þar á milli. Við erum komið með eiginlega miklar stórlaxa hérna í stúdíóið. Með mér, ég heiti Oddný Eir og með mér Björn Þorláksson. Hann smálax. Og svo það Brynjar Karl, stúlkna körfuboltaþjálfara fræðingur og eiginlega tilvonandi sósíalisti ef að marka má hérna færslurnar á Facebook sem að menn voru dálítið spenntir fyrir þegar þú stegst inn í þessa vókumræðu. Nýfundna ást. Já, þegar þú kemur inn í byltinguna. Ég hugsa, mörgum finnst vera komið svona ákveð hérna liðsinni í byltinguna. Og svo það Þorgerður... Valgerður. Nei, ég fyrir ekki, Valgerður Þótt Pálmadóttir. Dóttir Þorgerðar. Dóttir Þorgerðar. Kennari í kynjafræði og hugmynda... Og Pálma, svo bara hafa til haga. Já, kennari í kynjafræðum og hugmyndasögu í Háskóla Íslands sem hefur líka skrifað svona status vók sem er mjög upplýsandi og þú svona býður öllum eftir að Snorri Másson dissaði kynjafræðina, þá ert þú svona bjóða fólki dálítið bara að koma og kynna sér málið og okkur langaði eiginlega bara til að taka upp svolítið þráðinn í þessu, sko, ef ætti að stilla ykkur upp við vegg og segja hvort þið verður vók eða antivók. Þá, Já, ég vók. Þú ert vók? Alveg, alla leið. Ok. Ég elska vók. Ég mjög mikill vók. Jesú var vók. Já. Búdda var vók. Þá var ég vera vók. Og ertu með svona, og þú ert ekkert að veflast í þessu, sko, hvernig við skilgreinum vók. Það er bara, við gefum okkur að vók sé bara Jesú eða þannig og þá ert þú vók. Já, ég meina ef þú skoða sögunum Jesú þá er hann bara rosalega vók. Að því að vók í þessu skilningi þessi bara, getur við gefið boltanum milli þín einmitt, þar sem þú skilgreinir vók sem svona... Sko... Sem Jesú. Sem Jesú, já, mér finnst þetta bara fín líking, sko. Ég var að hugsa það svona hvað því vók þýðir greinilega mikið, bara alls konar fyrir mörgum, mismunandi. Og margir leggja þessa merkingu í, það er bara, þú veist, hlusta, sýna tillitssemi og vera meðvitaður eða meðvituð samkennd. Bara, já, samkennd og já, ég er líka vók, sko. Já, ég segi fyrir mig líka, ég vók í þessum skilningi, en svo finnst maður svona, ég sé svolítið fyrir mér vókið sem þessi réttsýnin og bara réttlætiskenndin og þetta að vilja fá bara allir hafi sömu röddina, sko, og fyrst að stéttabaráttu að vera ekki slitin í sundur við almenna mannréttindabaráttu og eitthvað svoleiðis. En svo finnst manni, sko, kannski aðferðafræði sem að stundum kennt líka við vók sem slaufunarmenningin, dómharkan, þú veist, eins og Sólveig Anna var að lýsa í spjallinu hérna við Rauðaborðið helgina sem þetta að hvað var að skoðanalöggur eða allavega var á netinu mikið talað þetta skoðanalöggur og svoleiðis og það þá önnur hliðavóki sem maður þarf ekki að gangast. Myndir þú segja að þú væri þarna mikið í slaufunarmenningunni? Já, sko, ég fór aðeins, sko, ég er svona með stigvélin á jörðinni. Hvað þýðir það? Það þýðir það bara, ég er ekkert eitthvað að velta mér of mikið, sko, upp úr öllum þessum svona fræðum. Nei. En þegar ég byrja að sensa svona að það er eitthvað að gerast og eins og til dæmis bara áhugavert þessu í mínu tilviki, sko, ég er mjög feminískur en svona þeir sem eru með fyrirlega bandið svona í fjölmiðlum til dæmis, þeir þola mig ekki, sko. Og ég hef alltaf verið að velta fyrir mig bara hvernig stendur á þessu og þá koma til mér alls konar fræðingar og þeir byrja að útskýra fyrir mér, sko, hvað það er sem að hvar ég tikka ekki boxinn og eitthvað svoleiðis. Og þá þarf ég svona þá þarf ég eitthvað að fara að rýna í einhver fræði til þess að geta svona bara einhvern veginn áttað mig á því hver stemningin er úti að því að ég er að planta alls konar fræjum stundum bara onni í einhver steinteppi, sko. Má ég spyrja, sko, upplifirðu að þú sért að nota hugtök og orð
sem ekki falla að? Nei, ég bara að haga mér ákveðin hátt. Það hegðunin. Já, og það svona meira það sko, því að ég búin að vera að þjálfa strákar rosalega lengi og svo eignast ég dóttur og ég bara byrja að þjálfa hana og vinkonur hennar, alveg nákvæmlega eins og ég hef þjálfað drengi og held að ég sé góður í trú að þetta sé ákveðið jafnrétti, að ég fekk alltaf voða mikið klapp á baki fyrir það sem ég gerði. Og allt í einu ég bara orðinn mesti ofbeldismaður sem bara hefur stigið inn í íþróttahreyfinguna og bara útmálaður og ég bara, hvernig má þetta vera? Vegna þess að þú talaði mannamál, sama tungumál í stelpunar og þú... Já, og bara rosa harður við þær, sko, þú veist, á köflum og og svo það bara alltaf þannig með krakkana mína að þau verða rosalega sterk og ég hef ofboðslega gaman að því einmitt að vinna með svona krakka sem að hafi ekki fengið tækifæri því að þau unnu kannski ekki genalottóinu sko og mér finnst gaman að vera með krakka sem eru lítil í sér sko þú veist, kvíðakrakkana og allt þetta og mín leið til þess að sko styrkja þau náttúrulega bara að við köllum þetta bara inni og í gegnum allt sko og það eitthvað svona, þú veist, svo kemur einhver og segir já, það heitir exposure therapy í sálfræðinu og þá segir bara já, ok, þá ég bara að gera exposure therapy og mér finnst ekkert eitthvað, það ekkert nýtt og þetta meikar allt svo mikið sens en en svo, þú veist, og svo þetta bara þannig að ég bara að lenda á alls konar vekkjum og svo bara allt í einu stígur menntaelítan, bara einhver svona partur af einhverju menntaelítu upp á móti mér sko. Fólk sem vók. Nei, það ekki vók sko, af því að það verið að tala um vók og anti-vók. Ég kalla þetta ekkert anti-vók, ég kalla þetta vógrán. Það verið alltaf cool að þýða það bara yfir á ensku sko vókjacking. Ég sem að coina þetta bara og gefa út bók sem heitir vógrán og svo getur bara verið með vógræningja sko. Ekki sko Og hvað þýðir það eiginlega? Já, það bara fólk sem tekur vókið í gíslingu og þetta bara svipaði svo með sko því að nú ég bara algjör Jesú maður sko og og ég bara búin að pæla mikið í Jesú og mér finnst Jesú geggjaður og svo þegar sko menn fara einhvern veginn að taka Jesú og ætla að nýta hann á pólitískan hátt þá verður þetta svo mikið clusterfuck sko. Þetta náttúrulega gerist rosalega oft sko, þú veist, auðvitað í líka sósíalismanum og bara í eiginlega öllum hugmyndafræðum sem að byrja með einhverju í flottum hugmyndum og jáfnvel byrjar framkvæmd að vera góð og svo einhverju sem að taka það yfir og setja bara ofbeldi inn í það sko og ákveða að treysta ekki fjöldanum eða treysta ekki fólki sko. Já, svo það líka eitt sko með þetta ofbeldi sko af því að það verðist vera rosalega sko svona, hvað segir maður, þetta rosa breið lína. Ég var að tala við konu í gær sem borgarfulltrúi sem að koma og ég var að kynna hana fyrir stelpunum mínum. Ég alltaf að fá svona konur að hitta stelpunum mínar og líka svona sína þeim svona það sem við erum að gera. Ég að athygli borgarinnar sko því að ég náttúrulega, þú veist, svo ég að vinna með stelpur og ég að vinna með Íslendinga velhendum uppruna sko og við vorum að tala sko, hún hefur sjálf lent í miklu ofbeldi og hún var sjálf að tala um það sko hvað henni finnist ofboðslega erfitt, hvað veru margir sem að tæki líka sko ofbeldiskonsepti og rændu því, hijackuðu, þú veist, ofbeldiskonseptir og allt í einu þetta bara allt einhvern veginn metið að jöfnu sko, þú veist, það að einhver frægur listamaður klípur einhverja stelpu í rassinn, mjög óviðandi hegðun, þú veist, ef einhver myndi gera það við dóttur mína þá myndi ég og hún kemur til mín og segja bara hvað á ég að gera og þá segir bara þú náttúrulega bara lætur viðkomandi heyra það ef þú ert á einhverjum stað til dæmis í vinnu eða einhverju slíku þá þarftu náttúrulega bara að reporta það og segja bara heyrðu, þú veist, þetta algjörlega óviðandi ég tekið ekki mál og svo framvegis og ég myndi aldrei nota orðið ofbeldi beint yfir það vegna þess að sko ég hef sjálfur lent í alls konar svona harassmenti og ég geti sagt að ég verði fyrir miklu ofbeldi á internetinu og ég verði fyrir miklu ofríki til dæmis frá íþróttahreyfingunni og ég verði fyrir alls konar ásökunum alls konar hluti og ég bara einhvern veginn sko ég hugsa alltaf með mér sko ef ég ætla að fara að henda orðinu ofbeldi inn í þetta
þá finnst mér ég vera gengilsfella svo mikið, þú veist, alveg ofbeldi, þannig að við þurfum að vera með einhvern svona stigsmun á þessu og svo þurfum við líka dálítið að átta okkur því að sko eins og til dæmis það sem ég að gera og fellur rosalega illa í krami hjá sko vógræningum að ég til dæmis mest, og ég held að þetta sé það sem ég að lenda í til dæmis með stelpurnar mínar, sko það einhvern veginn það að ég sko berst gegn því að sko að fólk einhvern veginn gefi þeim einhvern fórnarlamb stimpil og svona gaslýsiðar, skilur ég, nú ætla ég að ræna orðinu gaslýsa, skilur nú ég að ræna því orði og ég að segja bara sko þá að gaslýsaði í það að þú náttúrulega áttaði því að þú ert stelpa og samfélagið á móti þér og það ekkert sem við getum gert og þú ert bara í minnihlutahóp og bara, þú veist mér finnst óbúðslega leiðilegt oft á tíðum að sjá til dæmis hvernig tala við þolendur þú munt aldrei ná þér eftir þetta þú veist, ég segi bara, veistu það að þú hefur bara val og þetta að fara að gera þig sterkari og þetta virðist ekki falla vel hjá vógræningum. En þannig þú líka að tala ákveðna, þú veist að tala að sitja ákveðið farveg, ráðþinga við dóttur þína, þú veist að hún eigi að tilkynna ofbeldi, hún eigi að viðurkenna, hún eigi að svara fyrir sig, þú veist þetta hún einhvern veginn bregst við, sko. Og svo hvernig hún sjálf á að bregðast við, en kannski þess að þú ert að tala í staðinn þá kannski orðin svolítið lenska að bregðast ekki við, eða setja það, vera ekki eins og meðvituð treyst ekki eins og í kerfinu, prófa ekki eins og að fara, þú veist, réttardómsleiðin eða svoleiðis, ef það er svo alvarlegt, heldur kannski fara með það í blöðin eða á Facebook og þetta svona að fara í fórnarlambs hlutverkið eins og þú ert að lýsa því sko í staðin fyrir að það getur vel verið þú þurfur að taka þetta á Facebook skilur það getur vel verið sko málið bara þetta að sko síðast þegar ég vissi þá þetta bara frumskórar núti og ég þarf að undirbúa sko börnin mín undir það að lifa af í frumskóginum og það gerir mikið þolenda meðvirkan gerenda meðvirkan af því að þú veist ég ekki byrjaður að tala um það hvernig ég vil trýta síðan þá sem að koma illa fram og þetta bara, þú veist, þú getur ekki sett þetta að þú verður að aðgreina þetta svolítið í sundur og þetta til dæmis eitt af því sem að þú veist, sem ég hef orðið á barðinu fyrir sem ég vil svona kenna svona vógráninu sko. En sko ég verið að segja þú ert þarna að tala eins og háskólamaður líka, skilu, enda ertu fræðingur, þú veist, það að segja að þú leggur þig fram að greina hugtök og greina þetta að og hugsa, þú veist, mismunandi leiðir og þarna verð ég að segja, og þú ert að tala það eitt útilokar ekki annað, þú veist, og það það sem gerir stundum að það verða svona þessi eins og við erum að tala í polariseringunni, það annarkvort þetta eða hitt og það verður líka falskur valkostur sem við fáum. Þannig að við þurfum einhvern veginn að greina bara muna, nei, það var ekki þessi valkostir, heldur einhver aðri valkostir og þarna ætti háskólinn og þess að þú talar menntaelítuna þú veist, þarna, hvað segir þú við því? Þú veist, þarna ætti þess að menntaða fólki að bara vera því að vera saman í liði en ekki að það sé annarkvort eða, sko. Heldur betur. Já, nú veit ég ekki alveg, kannski ég hluti af þessari menntaelítu, ég veit ekki alveg hvað það sem að menntaelitan hefur ásakað þig eða hvernig af hverju þú hefur verið talin vera ofbeldismaður og eitthvað svoleiðis. Já, ég fer að googla þetta við tækifæri. En það sem mér dettur í hug helst að kannski hafi verið gagnrýnt í þinni svona, orðræðu og þínum stíl kannski, að þú svona, ef maður talar svona þessa kannski það sem hefur verið flokkað sem karllægir eiginleikar og svo kvenlægir eiginleikar. Ég myndi nú vilja segja sko að þú veist, jákvæðar og góður eiginleikar í fari manneskju og ég held að þú sért sammála með því ættu bara að vera kyn hlutlausir og það í raun. Að bara hvað einkennir góða manneskju? Hún hvað er góða dygðir sem við vera þú veist, sjálfstæði hugsun og hafa eitthvað þol fyrir mótlæti, vera heiðarleg, vera góð. Þú sérst að tala við mig þetta. Já, nei, ég bara að segja. Já, bara, en kannski það sem en líka að sína umhyggju. Og kannski til dæmis eins og það sem ég naut í myndinni þig, að það var kannski þetta, þú veist,
þessi harka, þessi ofuráhersla á hörku og svona, kannski svona það sem ég fannst nú hljóma mjög tepruleg, en svona ljótt orðbragð og svona. Það var ekki ljótt orðbragðinni? Nei. Það er næst að gefa þér, sko. Já, ok, það getur verið. Kannski er ég að blanda saman minni reynslu úr körfubolta. Ég hérna hröklaðist sjálfur þannig. Ég hætti í körfubolta því að... Það var því að þú varst ekki hjá mér, sko. Já, það getur verið, sko. En mér varst rosa gaman að spila körfu, sko. Já. Bara æðislegt. Kemur svona kannski ekki mikill sportista fjölskyldu. Svo kynntist ég körfu þegar ég var 13-14 ára. En svo varst mér bara að keppa við, sko, stelpur oft var það stelpur frá Suðurnesjunum og þær voru svo harðar og orðbragðið var svo ljótt. Það var að skipta út bara, hvað er að dekka þessa ljótu tussu þarna? Já, guð, það er alveg bannað hjá mér. Það var bara alveg, bara upp og síst og fer maður út bara hérna, þú veist, klökkur í hérna og bara alveg, ups, ég held að við værum inn út verið í íþróttum. Í liðsheildinni. Hvað er pointið? Nei, pointið, það sem að ég get ímynda mér kannski einhver hafi gagnrýnt þig og það sem að ég veit að til dæmis Sólveig Anna, nýja fyrirmyndin þín hefur verið gagnrýnt fyrir. Mikið nýja, hann er búin að vera fyrirmynd í mörg ár, sko. Já, ok, já. En hérna, ég er ekkert að segja að ég sé... Statusnum þínu Brynjar Karl frá því á sunnudaginn að hérna, þú ert orðin official sosialisti eftir að hafa hlustað á Sólveigu. Já, þetta var bara svona, þetta var andleg ölfun sem ég var í, sko, og ég er búin að vera að díla við timburmennina, sko, hérna eftir á. Já. En maður okkar að segja líka þetta með, þú veist, það sem þú sagðir áðan, með, sko, ekki að fórnarlambsvæða, ekki vera, sko, þú veist, taka af fólki einhvern veginn völdin í rauninni til þess að bregðast við einhverjum aðstæðum og þú veist að líka þú eru að hafa eitthvað svona gritt, þol fyrir mótlæti og þannig. Ég er bara alveg sammála því. Og svo þessi lýsing, sko, það er frumskóður að núti. Það er svona, já, býttuna við. Já. Minn svona feminismi gengur svolítið út á það, já, býttuna við. Á þetta endilega að vera einhver frumskóður að núti. Þú veist, er það endilega harka, hvað með mýktina? Hvað með þú veist eins og vorum að tala með þú mátt ekki rugla saman hvernig þetta er með hvernig þú vilt þetta sé. En annað sem myndi líka bregðast við það sem að tala og sem að einmitt Snorri kom líka inn á þessi fórnarlambsvæðing. Sko í fyrsta lagi þá að því við erum að tala hugtök og hvernig merking breytist og það er að leggja nýja merkingu í gömul hugtök og hugtök er ekkert stabíl eða stöðug. Það er bara, þau eru bara hérna, já, í ykkur flæði en hérna, sko, fórnarlamb, þetta er eitthvað hugtök sem að er eiginlega svolítið búið að henda út af listanum, já. Að þá er á ensku þá talað sko survivor, einmitt eins og þessu, út af þessu sem að þú varst að tala um áðan, að hérna, þú veist, það ofbeldi sem ég hef orðið fyrir, einkennir mig ekki og þarf ekkert að hefta mig í öllu sem að ég tek mig fyrir hendur í framtíðinu. Ég var þolandi þarna, ég var fyrir ofbeldi og hérna, en ég meina það þarf ekki að skilgreina alla mig og alla mína framtíð og allt það. Og sömuleiðis finnst mér líka kynjafræðingar eða feministar ef einhverjir hafa talað gegn þá eins og einhvers konar skrímslavæðingu eða svona þetta með að tala þú veist, skrímslavæðingu gerenda, við talum það gerendur þá í ofbeldismálum og þá ertu að búa til identitet eða sjálfsmynd eða típu bara hérna, þú ert bara ofbeldiskona. Í staðinn fyrir að upplifa öll reynsla er ferli. Allt er ferli. Þú ert auðvitað, getur verið að þú þurfir að viðurkenna að þú hafi verið fórnarlamb á einhverju augnabliki og síðan taki við, skilur það raunverulega talandi Jesú Krist, þú veist, og það eru í þessu í trúarbröðunum er oft svona ferli, svona ritual, þú veist, svo fer í gegnum hérna iðrunina og svo fer í gegnum sáttar, eitthvað svo leið sem okkur vantar svolítið okkar samfélagsstundum og þá koma þessar neglur, þú veist, þú ert bara í þessu hlutverki, þú ert fórnarlambið og þá kemst aldrei út úr því. Kynjafræðin einmitt finnst mér hafa svona róttaki ángir allavega henni að því sem að ég hef kynnt mér, þar er verið að sjá þetta miklu eins og þú ert að segja, hugtök hreyfast eins og reynslan okkar er og við förum úr kannski sem einstaklingar frá einu hugtaki yfir í annað, við erum ekki föst í, þannig að þegar við sögum hvort við séum vók og antivók, þú veist, það bara það hefur mörgulegt ekki alveg merkingu, þú veist, en þetta, okkur finnst samt gott að tala um þetta vegna þess
Þetta er raunverulega, þetta er ekki bara eitthvað hugtak. Þetta er hugtak sem tengist þessum atburðum núna í Bandaríkjunum og hvernig þeir snerta okkur. Þetta er mjög svona mikið í umræðunni og er notað til að dæma og þegar það komið svona, þú veist, harka í dómana, þá hljótum við að þurfa aðeins að pæli býtum við. Hvar hérna... Ég held að tengist líka svolítið þessu, sko. Bæði náttúrulega oft er talað stúdenta. Og þá kannski stúdenta í bandarískum háskólum eða hér sem eru að læra eitthvað svona krítísk fræði, kynjafræði eða læra rasisma og svo framvegis og ég meina alveg svo að tala um þessu hugtök leið og maður kannski lærir eitthvað nýtt hugtak eða lesum eitthvað kenningu sem er svona ný sýn á heiminn þá opnast ykkur veruleiki fyrir þér og þú byrjar að sjá heiminn í gegnum þessi gleraugu og þá kannski sérðu skrattan allstaðar, getum við að sagt sko. Þú bara, þú veist, ég minn eins og sósíalistar, þú veist, já, nei, þetta er kapitalismin, þetta er efnahagskerfið, það er stétt er aðalbreytan, þú veist, það eru gleraugun sem þú horfir á heiminn með og svo kannski, stundum við talaðum kannski að, eins og þetta já, ég er alveg vók en sko sem ég segja já, en þetta bara hefur gengið úr langt, þetta hefur gengið út í öfgar og þú segir, nei, þetta er fólk sem hefur stólið. Þetta er woke rán, sem sagt. Þau eru að leggja rangan skilningi í þetta. Og ég meina, já, ég get alveg ímyndað mér að, þú veist, það er alveg til og við verðum að bregðast við því að... Ég var ekki að tala um þetta fólki, ég var bara að segja, sko, ég var bara að tala um þessi tvö koncept. Þú veist, það er woke sem er þetta social justice, vera vakandi fyrir sko réttindum og svona vera samkennd mannvirðing og svo framvegis og svo er það raun og veru þeir sem að, þú veist, allt verður djöflinum af vopni og ég var mjög spenntur sko að heyra því að þú ætlar að fara að segja mér hvað það var sem ég hef lent í og svo bara fórstu off on a tangent sko. Ok, vittu nú að minna mig á það sem þú hefur lent. Já, sko, þú varst að segja sko það sem ég var að upplifa og eitthvað svona. Já, þú varst að segja þú varst eitthvað sem byrjaði að tala um að ég var að nota einhver orð og eitthvað sko. Ég held að vandamáli sé að því að sko það sem ég verið að lendi í varandi til dæmis fræðimennina, það er það, þeir tala bara úr einhver fílabeinsturni. Þeir koma aldrei og kynna sér það sem er í gangi. Ef þú myndir koma bara með mér á æfingu eftir og þú myndir hitta þessar stelpur og ég myndir sýna þér aðferðina og allt þetta sem við erum að nota, að þá var ég rosalega gaman að ræða við þig og segja sko, býtu, hvað er þetta? En þegar ég er að tala um, sko, því að ég var, sko Björn sendir á mig og segir, heyrðu, ertu til að koma inn og ræða woke og anti-woke? Og ég hugsa bara svona, hver er anti-woke? Hver er anti-woke? Það er enginn að tala um það. Jú, það er nefnilega svolítið mikið verið að tala um það. Sko, anti-woke, sko, að því að ef við skilgreinum orðið woke, sem er þetta, social justice og allt þetta, þá held ég að bara langflestir séu þar. En svo er bara málið að byltingi getur börni sín, allt verður djöflunum á vopni, auðvitað verður þetta allt pólitískt, þú veist, bara leið, þetta er bara svo mjög áhugavert sko því að ég er að þjálfa stelpur þegar svona MeToo-byltingin fyrir gang. Og þá er ég með, sko, þá ákvað ég, sko í dag er það þannig, það er engin kona að þjálfa í meistaraflokki kvenna í efstu 2 deildum. Það er bara galin staðrind. Og þetta er dálítið áhugaverð sko, því að svo eru konur að taka yfir í öllum stjórnunarstöðum sko, innan stofnana og eitthvað svona. Mér finnst það bara frábært. Og svo er einhverjir kallar sem fara að væli við því og þá segir ég bara strákar, hvað er að stoppa ykkur? Ég meina, farið bara að standi ykkur og gerið eitthvað í þessu. Þú veist, og það er bara sama sem ég segi við stelpurnar. En ég sagði við þær, stelpur, sko, mér langar til þess að gefa ykkur tækifæri og svo er það annað, þú veist, jafnrétti og allt þetta, þú veist, sko, ræningarnir, þeir fara alltaf að berjast sko, pólitíkin fer að ganga út af það að nú þarf að sko kynjakvóta. Hvað djús kjaftaði það? Bara, þú veist, pæliði í því. Pæliði í sko pólitíkinni þegar einhver segir, já, jafnrétti, en svo allar að kynja halla, þú veist, og það fatta það allir, auðvitað hallar á konur. En ég skil ekki alveg hvar eru verið að tala um kynjakvóta og í hvaða samhengi? Hver er að mæla? Sko, það sem er verið að tala um það, sko, það stundum vantar konur inn í ákveðin störf og stundum vantar kalla inn í ákveðin störf. Og
þegar ég horfa á þetta að því að sko ég á svo erfitt með það að fara í fræðina því að ég fer bara inn í minn geira sem þá bara körfuboltaþjálfun og ég á sem sagt fyrirtæki og er búin að vera ráðgjöf í einhver 20 ár fyrir bestu þjálfara í heimi og stæðstu íþróttaliði í heimi og þetta allt kallar og skilju, ég bara algjör kall, ég alinn upp sem algjör kall remba í raun og veru af því að í mínum heimi að þá eru bara, þú veist, bara, ég man eftir því, ég hitti sennilega bara besta þjálfari sem ég nokkuð tíðan hitt, sem var kona sem heitir Pat Summitt, hún er bara legendary coach í Bandaríkjunum og man alltaf eftir þessu, ég gæti ekki beðið eftir að hitta sko, því hún var að þjálfa á University of Tennessee og það var gæja sem heit Bruce Pearl sem var að þjálfa kallana sem var eitthvað svona smá legend og ég gæti ekki beðið eftir því að hitta hann af því að ég bara tengdi ekki við hana þú veist, ég bara gati ekki tengt við hana og þetta er svona regret hjá mér að hafa ekki bara setið með henni lengur og allt þetta er svona fordómar sko, þetta var gamli Brynjar sem var svona ekki búin að já og raun og veru nýja því ég er alveg fullur af fordómum ennþá en sko ég hef enga áhyggjur af fordómum mínum vegna þess að þú veist ég er ekki að reyna að vera með fordóma þú ert vakandi sem er þetta upprunalega hugmyndin vókið þú ert vakandi, þú ert svolítið meðvitaður og ég vil taka umræðina og ég vil taka umræðina til dæmis við þetta sko fræðasamfélag sem er alveg fullt af fordómum og sko hún kom meira sem er fordómi þegar hún ætlaði að byrja að segja sko við vorum að nota rosalega mikið einhverjum slæmum orðum og það er bara allt í lagi og þá bara leiðrétti ég hann alveg eins og það ef ég segi einhverja hluti og þá kemur hún til mín og segir nei þetta er ekki svona, þú ert að kynna þér en byrju, í hvað samt skólaleik erum við í okkar samfélagi þegar sem að ein er að leiðrétta þetta og þú ert að fara að leiðrétta allir að leiðrétta stílana það er að segja það er einhver hugsun þá það er einhver rétt hugsun að það sé hægt að leiðrétta já en sko pointið mitt var bara að klára pointið ég fór aðeins í burtu svo ákvað ég að halda sem sagt þjálfaraskóla fyrir konur og ég sagði bara fá mín bara fullt af konum og mér langar að gefa ykkur tækifæri til þess að auka virði ykkar þegar það er það sem ég held að jafnrétti snúist fyrst og fremst þá fara sko fyrstu mánuðina þá gera stelpurnar ekkert annað en að segja mér frá einhvers konar perraskap og vanvirðingu og hlutum sem þær eru að takast á við og ég horfði á þetta og ég segi já ég hef lent í fullt af þessu hlutum en ég er nógu valdeldur til þess að takast á við þetta þannig ég segi bara ok þú veist, við þurfum bara að byrja þar og fara inn í það þannig að það er svo rosalega stór partur af þessu sem gengur út á það að við þurfum að efla fólk og gefa fólki tækifæri til þess að geta staðið í alls konar rugli og hörku og bla 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 inn í þessu í staðin fyrir það að ætla bara að segja heyrðu nei, tökum bara standardin niður er ég að meina Nei, en þarna náðu þið Sólveig Anna líka saman því hún er með sínu fólki er að valdefla og í stéttabaráttu fólk sem er lægst í samfélagsstiganum og þá, sko, að því að eitt er það eins og þú segir, ég meina hún og fleiri, eins og þú segir, það er kannski fáir sem að vilja ekki kannast við það að vera með samkennd og vilja öllum sínum minnstu bræðurum og systurum vel og svoleiðis. En svo kemur þetta prógram, pólitíska prógram, eða þú veist, þetta svona starfsprógram sem þú situr og mér virðist að vera þannig að hún og kannski eins og Efling þau segja sko við og í Þýskalandi fleiri flokkar segir, þú veist, við í okkar prógrami, við getum ekki verið að hugsa skiljið bara vera alltaf að tala minnihlutahópa og svoleiðis, við verðum bara fókusinn verður að vera á stéttabaráttunni og hitt kemur númer setna sko Kleipum honum að þess að mér langar fyrir hönd fólksins í heita pottunum í Sundlaugalandsins aðeins að bara síðast í gær í heita pottunum í gær, þá var fólk í Vesturbæjarlaug að ræða þessa uppákomu á samstöðinni á sunnudaginn, þess vegna sitjum við hér við verðum vitni að þessum heiftarlegu viðbröðum sem verða í kjölfarið á rifrildi Sólveigar Önnu og Hallgríms Helgasonar og það þyrlar upp alls konar svona nýjum hugmyndum hvað er vók, hvað er anti-vók og þú ert komin með þetta hugtak sem við erum að kljást við í dag og svona og ég satt þarna í klukkutíma með fólkinu í heita pottinum í gær og hlustaði á sögur fólksins og ég samsamaði mig bara býsna vel í því sem þau voru að segja. Þau upplifaði þannig að fyrir einhverjum misserum eða árum þá breyttist frelsi okkar til að tjá okkur og það breyttist frelsi okkar til þess að gera mistök í tjáningu það breyttist, því voru settar skorður og það byrjaði að við vorum hundelt fyrir
einn veikan blett í því hvernig við tjáum okkur. Þau voru hann að mörg sem sögðu, ég hægt að skrifa status á Facebook, það alltaf einhver sem að kemur og neglir mig fyrir að ég er náttúrulega ekki sérfræðingur í þessu og eitthvað svona. Og ég vil bara segja það svolítið eins og að bæði sem bara Íslendingur og fjölmiðlamar, þá tek ég svolítið undir þetta. Að hvað séru? Að við höfum ekki sýnt, það hefur verið skortur og umburðarlyndi gagnvart því að við höfum bara fengið að tjá okkur og segja alls konar vitleysu sem að öðrum finnst. Það hefur verið einhver bara mjög öfgafullur hópur í landinu sem hefur hertekið orðræðu stundum undir merkjum Vogue og fólk upplifir það bara að það hafi ekki lengur frelsi til þess að tjá sig hina og þessa hluti sem mjög óheppilegt að mínu mati. Til dæmis, ég þekki fæsta af vinnum mínum á Facebook. Það er bara fólk sem að biðja mig að frenda sig og ég gerir það bara því ég er opinber fígúra. Mörg hundruð vina minna eru með skoðanir sem ég finnst algjörlega viðbjóðslegar en mér finnst mjög fróðlegt að fylgjast með þeim og heyra þau tjá sig og aldrei dytti mér í hug að fara á veggið þeirra og ætla að fara að laga þau. Og ég held að þessi þreyta bara fólkinu í heita pottunum og mér sjálfum, við erum bara sammála það. Ég veit ekki hvort þetta er sérfræðingaveldið sem hefur tekið orðræðin í gíslingu. Ég er ekki viss að svo sé. En það hefur orðið mjög mikil skautun, stundum undir merkjum Vogue og þess vegna hefur bara það hefur komið vaxandi óþol, vaxandi pirringur og núna bara springur fólk út. Það er búið að halda niður í sér andanum, misserum saman, það heldur í fram að tjáningafrelsi þess hafi verið skert, misserum saman, af því að við erum svo hrættum að misti okkur eitthvað í umræðinni. Þú varst að tala bladamanna og körfuboltan. Ég vil líka benda á það að það er munur á veruleikanum og hugmyndafræði á öllum stigum. Við getum, þegar við erum með krútlega sæta 4 ára krakka í einhverju íþróttastarfi, við getum öll notið þess þegar er ekki samkeppni í hópnum. En svo verður til eitthvað sem heitir samkeppni og lífið er brútal. Lífið er spurning samkeppni. Það er spurning grjótarða samkeppni. Þegar börnin okkar eru fullorðin, þá keppa þau við önnur á sama aldri alls konar stöður og þá er bara nýrveruleiki og á einhverjum tímapunkti verður þetta brot í þjálfun og í íþróttamennsku og bara hellingur af fólki hefur vaðið uppi hér í þessu landi sem á öðrum löndum sem hefur ekkert vit á því sem það er að tala en það skiptir sér samt að því og það vill sem sagt það vill koma þeim málstað á framfæri að veröldin sé einhvern veginn sem hún er ekki. Þetta var umræðin í heita pottinum í Vesturbæjarlaug í gær og manstu þegar við vorum í fyrra, ég hafði alltaf verið talað mig á rosalega mannréttinda sinna sem ég er, mikinn mókust á allt það, en ég held að það hafi verið í ágúst í fyrra sem ég satt við þetta rauðaborð og ég sagði ég er svolítið þreyttur á þessu og að mér fannst að orðræðan væri orðin hertekin og það voru margir búin að slá eignarhaldi á hana og ég held að það sé hluti af þessu meini. Já, ég held að það sé alveg rétt en það má ég bara segja því svo við tölum nú meira viðmennir að ég held að sem sagt, getur ekki verið þú ert að spyrja hvort sérfræðingarnir hafi hertekið og séu komin í þetta. Nei, ekki endilega sérfræðingarnir, bara einhver Já, en getur ekki líka verið pólitíkin, af því að svörtulistarnir þeir náttúrulega eru mjög einkennandi fyrir þá til dæmis í Bandaríkjunum sem voru elt upp í sósíalista á síðustu öld og í pólitíkinni svona mjög hægri og fasískri pólitík þá er þetta svona mjög mikið tekið tæki að setja upp svarta lista eitthvað sem er með rangarskoðanir eða hættulegar skoðanir ógnar örygginu þessi er ekki og búa til þessa svörtulista og ég held kannski að reiði sumra er það að menntaelítan hafi einhvern veginn farið bara líka í þetta hlutverk að setja þessa svörtulista. Hvað segir þú þetta? Mér finnst svolítið áhugavert að hlusta á þetta vegna þess að ég hlustaði eitt podcast í gærkvöldi sem að ykkur tengdi við á Facebook sem að átti víst að vera podcastið sem að Sólveig Anna væri búin að hlusta á. Ég svo sem hef alveg orðið vör við þessa umræðu lengi og við tala þetta hvernig þessi
vókismi bara búin að taka yfir í háskóla í Bandaríkjunum og menntastofnanir og öll þessi umræða menntaelítuna og eitthvað svona og svo svona, einmitt svona umræða frá, kannski helst frá vinstrinu. Það ágætt að tala það að það náttúrulega vókismi gagnrýndur bæði frá hægri trömpustum og svo frá vinstri og þetta svona, þetta sumt líkt og margt ólíkt en frá þessari vinstri gagnrýni, það finnst mér svolítið áhugavert að það svona, vinstri menn eru stundum svolítið veikir fyrir svona samsæris hugmyndum og þegar maður heyrir svona umræðu það, hægri menn eru það líka. Já, og það svona, og það svona umræðan einhvern veginn, já, bara kynjafræðingar og einhverju critical race, kennarar eru sko búin að taka yfir háskólana, kerfið og háskólana og ráða og eru með bannlista og maður bara býtu, hafið þið stigið fæti inn í háskóla þetta bara, ég kannast bara svo ekki við þetta. En hvað kemur þetta þá samt? Þú veist, en þetta kannski, þetta náttúrulega líka einhver hræðsla, þú veist, eins og þú varst að segja áðan, mjög þetta góð punktur að til með ofbeldi, gera greinamennu ofbeldi að þú veist, hvað köllum við ofbeldi? Er það ef ykkur skrifar eitthvað, þú veist, andmælir þér á Facebook eða ef að til dæmis þú skrifar eitthvað og þú notar kannski hugtök sem að þykja ekki viðeigandi í dag eða búið að andmæla eða búið að greina í tætlur, þið vitið og og ykkur svona segir, heyrðu, já, ég myndi nú ekki nota þetta svona og þá bara, þetta er ofbeldi það er samsæri kynjafræðinga sem er með svartan lista af venjulegu fólki sem að, þau vitið, þetta verður alltaf svona ég myndi ekki kalla það ofbeldi. Já, erum við ekki bara að ræða saman eins og þetta, þú veist, má ekki þú veist, þetta verður svolítið svona, fólk er rosalega auðsæranlegt og eins og við vorum að tala áðan og ég er alveg sammála því það sem að þú ert að tala bæði í svona, bara eins og í íþróttunum og samvætti við bara hvaða eiginleika við viljum þjálfa upp í okkur sjálfum og sjá öðrum eitthvað svona, eitthvað þol þú veist, ég meina það er líka erfitt ef maður upplifir það að maður er að missa eitthvað og það sér maður líka bæði í hægrinu og vinstrinu að það er þú veist, Make America Great Again þetta byggist á nostalgíu þetta byggist á hugmyndinum að það hafi verið áður eitthvað sem við höfum mist og hjá Trump það þannig að gender eða kyngerfi eða allt sem heitir eitthvað critical race eða eitthvað grefar undan þjóðarheild þetta veldur sundrungu og bara, já og en sama er eiginlega upp á teningnum líka í vinstrinu þú veist, já, allt þetta talum þau vitið, áréttni eða þú veist, fordóma já, svona microaggression já, sem ég finnst mjög mikilvægt hugtak að við tölum en þú veist, þetta sundrar samstöðunni ég myndi nú segja bara vinstri menn hafa nú bara gegnum sögun að vera ágættir í því að sundrast hvort sem að en er ekki pínu munur á þessu fræðin eiga að vera að þróa og fræðin eiga að vera í samræði við þann sem hefur reynsluna og það sem hefur reynsluna getur fengið sjónarhort frá þér og þú getur fengið sjónarhort frá þér og þetta getur verið svona og þá hlýtur að vera ákveðin svona ferli en það sem að kannski við erum að mótmæla öll það er ákveðin kretta þú veist það er ákveðin þegar þú ert búin að einhverjir kannski fræðimenn það er alltaf einhver minniluti kannski í fræðimennsku sem að vilja bara þú veist, festa niður hugtökin, svona er þetta, þú ert svona og nota öll að stimpla. Ég upplifa þetta ekki, nú hef ég hef lært kynjafræði í Bandaríkjunum, Svíþjóð, Íslandi og ég hef kennt þetta fag og ég get ímyndað mér, ég veit alveg hvað þið að tala að það er, þú veist, einhvers konar svona, þú veist, það á, ég meina þetta er alveg til, þú veist, einhvers konar, þú veist, svona siðferðis, svona lögga. Akkur er kynjafræði, kennd í, því að dóttir minn var í kynjafræði er á þessari önn á hvað stigi? Á menntaskóla stigi og þetta er, ég er búin að vera að kynna mér það sem er í gangi og ég vissi reyndar ekki fyrst hver kennarinn var þegar hún kom heim og var alveg baffled yfir því að kennarinn var að sýna þeim sem sagt aðferð svo þau gætu mælt sig í eftir forréttindum þau fengu sem sagt bara töflu yfir það að þú veist, ef þú ert kona
lesbísk, svört, skiljiði, að þá varst alltaf komin í minn og minni forréttindi. Og hún kom alveg heim og hún svona, mér fannst þetta eitthvað svo skrítið og svo fór ég að kynna mér sem sagt námsefnið og ég held að það væri bara ótrúlega áhugavert að setjast með þér og bara fara í gegnum hvernig verkefnir eru lögð upp, hvaða ritgerðir og hlutir eru sem sagt lagði til hliðsjónar, hvernig sem sagt nálgunin og bara svona kennsluaðferðirnar. Ég hef gríðarlegan áhuga á kynjafræði, mér finnst þetta merkilegt. Ég hef setið sko... Það er opið fyrir skráningar. Ég bara, sko, því að reynsla mín af kynjafræðingum á Íslandi, hún er skelfileg. Okay. Hún er bara skelfileg. Og ég geti bara, þú veist, ég er með alls konar documentation það og ég geti farið rosalega... Er það kynjafræðikari eða er það einhver sem taka kynjafræðina og staðlana og nota sem vopn? Já, til dæmis þegar ég hitti sko, svona eina fyrirmynd sem ég á, sem Magga Pála í Hjallastefnunni. Og þegar myndin kom út á sín tíma, þá hringja Hjallastefnukennarar í mig þegar allir að hatast í mér. Það er aldrei áhugavert samt sko, þegar myndin var sýnd erlendis, því að myndin var sko hálf finnsk, að þá voru sem sagt fræðingar í Finnlandi fannst hún meiri háttar. En að því að sko ég var búin að vera skotspót fjölmiðla á svona í aðdraganda að myndinu og var í fjölmiðlabandið í 4 ár, ég er ekki athyglisjúkari heldur en það, að ég er búin að vera þarna í 4 ár og segi ekki neitt og ég leyfði fordómunum bara að Mér finnst það eftir að segja aðeins nákvæmara hvaða, því til dæmis ég sá þessa mynd og mér finnst það bara mjög flott og ég er bara sammála mörgu, ég skil af hverju Magga Pála hefur haft samband við þig eða að því ég meina ég bara þetta með hvernig við vinnum með þú veist kynjamótun og kynjaða eiginleika og til dæmis eins og í Hjallastefnunni það sem verið að svona styrkja mjúka eiginleika í strjákum og kenna þeim að tala tilfinningar og eitthvað svona, samkennd og stelpurnar að vera styrkja þær í meira svona eins og þú ert að gera, þú veist, svolítið svona gritt, svolítið svona. Þú veist ekki að þegar ég með strákana, þá ég akkurat þar líka. Já, en ég meina, en þú ert alltaf að segja að þú hefur orðið fyrir svo miklu, sko, miklu aðkasti og ég veit ekki alveg svona, við getum útskýrt aðeins frekar hvaða var sem varst gagnrýndur fyrir og hver var, Já, frá hendi kynjafræðinga þá. Þetta er svo mikill, ég veit að, og sko, við ættum eiginlega, sko, ég ætti eiginlega að fara yfir það með þér bara, sko, prívat og persónulega. Erum við að tala annan þátt jafnvel? Já, sko, það væri nú gaman að þið myndu koma og ræða þetta. Já, en þarna þarf ég að draga líka bara ákveðna, sko, leikendur inn í þetta. Já, það er svo sem að vera að tala nöfn eða þannig. Mér er skemmtilega að halda sig á svona, bara hvað rök erum við að tala Það myndi allir fatta það leið og ég myndi ræða það, sko. Ef þið væru til í að koma og deilaði með okkur og hlustendum og áhorfendum við Rauðaborðið þá væri það náttúrulega alveg stórkostlegt að ég held að þetta væri ykkar samlega, það væri bara mjög en að því að við erum bráðum búin með tíma því miður og við lögðum upp með þetta woke og anti-woke konsept og þá sem við erum sem betur við búin að afbyggja dálítið í umræðinni en sko ég er að pæli að því að þú byrjar að vera lýsi yfir stuðningi við Sólveig Önnu sem segist vera anti-woke eða segist ekki vera anti-woke að þegar ég til dæmis tala það eins og sko þú varst að tala fólki í pottinum sko þetta fólk í pottinu sem að væli við því að það má ekki segja neitt það eru bara djöfisins aumingjar líka halló já vegna þess að sko máli það ég er búin að fá þvílíka skítun og þvílíka aðkasti þú veistu ekki hverjir þetta voru í pottinu nei ég segi bara svona ég ætla bara þetta er svolítið líkingamál yfir að kjarni mála hann tapast í áherslu á form. Já, en ég ætla bara samt að segja eitt, sko, því ég er með eitt punkt hérna sem ég held að sé rosalega mikilvægur. Ég get sagt þetta, sko, því ef ég myndi sitta hérna á kynjafræðing og ég myndi segja það sem ég er að segja, þá veit ég til dæmis hvað þeir myndi svolítið svona að vera líklegir til að segja. Ég segi bara, það er verið að djöflast í mér. Þú veist, það búið að reyna að taka mig mannorðið mitt niður í 10 ár og ég er búin að vera sakaður allt nema að vera pedofíll og ég bara bíð eftir því. Það er bara, og ég bjó mig undir það í dálítinn tíma. Svo þegar ég segi bara, veistu það, að ég ætla bara að sýna börnunum mínu það að
það getur enginn sært mig án mín samþykkis, það getur enginn tekið mig niður án þess að ég samþykki það og allt í einu fer ég bara í gegnum fullt af þessum hlutum og ef ég hefði á einhverjum tímapunkti sagt bara, ég ætlum ekki fórna og það allir svo vondi við mig og eitthvað bla 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 að þá myndi kynjafræðingur segja, já, en það að því að þú ert miðaldra hvítur kall, stökkarður hár og þú getur það svo bara mætir litla skotti dúllan mínu, hún Sólveig, skilurðu bara 50 kíló með skólatösku alveg grjóthörð og það alveg sama hvað dynur á henni það eru engar afsakanir hún kvartar ekki þú veist, og ég segi bara, ég segi dóttir mína sérðu þessa konu og mér svo drullu sama hvað hún að segja þegar ég að tala þessa hluti og þetta það sem ég vil að fólk átti sig á að við þurfum að þróa með okkur eins og við mögulega getum þennan svona emotional sveigjanleika þú veist, til þess að við getum verið svarhæf í alls konar aðstöðum og það enginn að segja það að við þurfum að vera þolenda meðvirk þegar ég segi við dóttur mína, ég segi bara hvað ætlar að gera núna, skilurðu? En þegar hún segir svo að hún þola ekki vók og þú segist vera vók Já, ég þarf bara að útskýra það fyrir henni, hún ekki ég ætla bara að segja og hvar hún? Sólveig, þú ert að horfa á þetta við köllum þetta vógrán Já, þannig að hún sé raunverulega bara þegar hún á móti vók þá hún á móti vógræningum Hún vók í gegn, það allir vók sem eru með eitthvað common sense En þú veist, eins og þetta pottadæmi og þannig og svona polarisering ég held að þú veist, það alveg skiljanlegt og þetta vekur upp miklar tilfinningar og þegar að fólk til dæmis eins og þú ert að lýsa þú veist svona verkefni skoða farið í gegnum forréttindin og skoðaði þína stöðu og þetta eitthvað sem er kennt í kynjafræði og mér finnst bara margt jákvætt við það þú veist að skoða bara hvað hefur mótað mig hver hefur hvað svona mótar mína möguleika í lífinu þú veist hvernig get ég sett mig í spor annara, get ég svona ímynda mér hvernig það að hlusta og frásagnir annara. Þetta er bara svo ógeðslega illa gert. Já, ég veit ekkert það, en ég meina svona til dæmis svona hugtök eins og öráreitni sem ég nefndi áðan, að til dæmis að hlusta á fólk bara sem að hefur, þú getur sagt, þetta, þú veist, verð ekki svona viðkvæm, þú veist, þetta er bara menning og hann er bara gamall og eitthvað svona og kannski segir þetta fólk sem hefur annað litarhaft eða þú veist, sem er hinsegin en þú ert að tala kannski öráreitni. En það enginn að tala þetta. Það verið að tala hvernig þetta er deliverað. Við getum verið bara núna og verið að tala fræðina. Það allir sammála hana. Svo bara málið, þegar þú setur fræðina í fólk, þá fólk með sitt agenda, fólkið með sitt tráma, fólkið með sína reynslu þú veist, og sína breyskleika og allt þetta og fólk byrjar að weaponæsa alls konar hluti menn byrja að weaponæsa trúabrögð og svo bara allt í einu þú veist, ég mikill Jesú maður ég vil ekki sjá krossaðinn í skólum þú veist, ég vil ekki sjá kristnifræði inn í skólum og það allir bara svona, hvað var gömlu kristnifræðina bara út með þetta og út með þú veist, og svo segir fólk bara við þurfum að vera með rainbow flags þarna inni ég bara, þú veist, ég alin upp fyrir það að lesa bara úr felum þú veist, og ég bara pró gay allan daginn og bara þú veist, allt fyrir trans en svo þegar ég kem allt inn og segir bara þú veist, ég meiri sér til í að skoða það hvort að við að borga fyrir transi og þá allir hægri vini mínir alveg brjálæðir en mér finnst fáránlegt að við að vera með transkonur inn í íþróttum kvenna þú veist, og þá bara má ekki ræða það og ég alveg upp við það að ég má til dæmis ekki taka auka testosterón en þú mátt vera developed sem karl líkami og fara svo keppa þarna inn og svo má ekki ræða þetta og þá ertu bara allt í orðin einhver þú veist anti-Vogue og þetta allt bara svo mikið rugl og þetta svo óbúðslega pólitískt. Þetta kann að vera dæmi bannaða skoðun. Já. Við erum bara á tímabil sem við erum að breyta og kynjafræðingar held ég þarna að reyna að mennta sig. En akkur ekki verið að kenna félagsfræði áður að byrja að kenna kynjafræði vegna þess að hugtökin sem voru notuð í þessari kennslu hjá dóttur minni gerðu kröfu það að hún væri bara með basic skilning til dæmis á félagsfræði. Já, nú eru kynjafræði og félagsfræði bara mjög skild fræði og kynjafræðingar, bara svo til að halda því til haga, ekkert alltaf
nærri því ekki einsleitur hópur og ekki sammála allt og ég sagt að kynjafræði, nú hef ég innsýn inn í heimspeki, félagsfræði, sagnfræði, kynjafræðin eitt svona sjálf mest svona internal krítiska fag sem ég hef nokkuð tíman kynst, það bara svo mikil sjálfsgagnrýnin, það bara svo mikil allir þessi kynjafræðingar í Íslandi, þetta er bara eins og einhver rosalega þéttur hópur sko. Alveg svakalega. Það sé nú kannski vanþekki vegna þess að ég veit það ekki. Ég þarf að skutla stelpunum minni í próf, afsakið. Takk fyrir samræðuna. Við byrjum að heilsa í heitapottin. Hvað heldur eiginlega fólki í heitapottin? Já, en sko, takk Björn. Já, ef að hætta áfram með þetta við höfum 5 mínútur. Ég er svo gaman að við höfum 5 mínútur, já, en ég bara segja að því að þú myndir vera svolítið ósáttur ef að nú er ég komið svona basic kennar, nú er ég komið kennaraprikið á lofti, sko. Þú myndir vera svolítið Brynjar þá myndir vera ósáttur ef að við myndum sitja alla körfuboltaþjálfara undir sama hattin, sko. Þeir eru dálítið þar. Allir nema þú. Já, ég er svona sore thumb sticking out og það getur vel verið að Valgerður sé líka að séu kynjafræðingar séu svolítið, ég meina það er svolítið hættulegt finnst mér þegar allt hefur búið að Snorri Másson og fleiri tala kynjafræðinga það hljómar eins og svo skakkur óvinnur einhvern veginn eins og það sé svo búið að velja sér rangan óvin. En sko ástæðan fyrir því að ég var sammála honum er að þetta er algjörlega mín upplifun og ég er karl í feminískri baráttu. Já. Og ég er búin að vera í 10 ár og það er ekki eins og ég sé búin að vera að bá svona mína skoðanir því ég bara býð og er þetta svona og er þetta svona og ég held að ég sé ágætis svona tilraunarotta í þessu íslenska umhverfi vegna þess að þú veist, mínar pælingar þú veist, það er einhvern veginn lenda á borðinu hjá kynjafræðingur, ekki einn kynjafræðingur sem eru komið og sagt eitthvað jákvætt það sem ég hef verið að gera eða vilja kynna sér. Ég er bara að hitta þig, skilur þú veist, við erum bara það er svona langar mig svo að setja með þér, sko. Þetta er ástæðan, ég vil ekki fara. Ég vil bara, þú veist, ég vil bara að við náum saman. En þetta, mér finnst þetta samt líka svo gott, sko, bæði það sem að Snorri var að tala Másson, og svo þú ert að tala núna. Viljum við ekki vera svolítið samþykkt og vera séð og vera svona bara, heyrðu, er ég ekki bara líka skilur við, þú veist, má ég vera með í þessum fjölbreytileika, þú veist, eins og Snorri var að segja, strákar eru bara, það er verið að kenna þeim að allt sem að þeir eru og þeirra kallmennska sé þetta var upplifun dóttur minnar í tíma í vetur og hún sagði við mig þegar ég var að fara þá sagði hann hvert þetta að fara og ég sagði hvert ég var að fara og ég var að hitta kynjafræðing og segja segðu þeim frá upplifun minni í tímunum og ég get náttúrulega ekki talað neitt. Hún upplifði að það var talað kallmennsku. Það var talað niður til strákana. Já. Þeir voru settir raun og veru í þá stöðu að þeir höfðu ekkert val forréttindi sín að því ég held að hún upplifi sig sem mjög mikla forréttinda píu til dæmis í körfubolta að því að hún er að fá meiri tækifæri, meiri stuðning heldur en allir vinir hennar og félagar hennar sem eru sko strákar sem eru í körfubolta, þeir öfunda hana. Þannig að hún er fyrst og fremst að hugsa sko því að sko ef ég svo myndi mæta þetta þá myndi hann vera rosa vók en þar sem hann myndi greina í sundur er þegar við förum að tala sko siðferði og andleg málefni og það er það sem að mér finnst vera dálítið tekið út úr þessu þannig að andlegu málefni og siðferði er tekið út úr þessu og siðferði eins og ég þekki að eru nú bara stúdíu hvað er rétt, gott og æskilegt og í staðinn fyrir það eru settin pólitík og politískt agenda og ég er bara sko, ég meina hver er ég er bara körfuboltaþjálfari, skilur, ég veit ekki ég myndi segja að þú var í bullandi pólitík í þínu sko, þetta er bara mjög mikil kynja pólitík sko, en ég skil það samt ekki sko, því að þú er átt af því, ég geri ekkert annað allan daginn, sko, ég er í 150% vinnu í klúbb sem heitir Athena, sem gengur út á auka virði stúlkna Mér finnst það mjög pólitískt það er kynja pólitískt Já, það er mjög pólitískt en þegar við erum að gera þetta þá lendum við í, þú veist, einhverju anstöðu en pælingin nú bara svo, þetta er ekki meiri pólitík heldur en það en ég myndi gera nákvæmlega sama með strákana
Fattar mig. Þannig að þetta er ekki, það sem að þið eru að vinna bæði í raunverulega einhvers konar valdeflingu og raunverulega og að bara taka móti raunverulega breytingum og nýjum tímum og svo leiðis, en það er við eigum í vandræðum með samræðuna, það er nokkuð ljóst. Alveg klárlega. Og þess vegna erum við nú hér, þú veist, af því að sumir segja að skiptir engu máli hvað við ræðum, en ég held að skiptir máli að við prófum okkur aðeins áfram og þegar það skiptir engu máli þessi hugtök og svona og þetta menntaelíta og þetta mentafólk, sko, eitt með mentaelítur en mentafólk, það skiptir engu máli. Auðvitað skiptir það máli, það er einhverjir sem sérhæfir sig að pæla og greina orðræðuna og samræðuna, eins og það sé ekki jákvætt með, þú veist, að því að við notum tungumáli líka til að dæma, þú veist, þannig ef við ætlum að fara út úr þessari stöðu þar sem við erum bara öll komin í það að dæma, nota tungumáli til að dæma og flokka og að ef við ætlum að nota meira til þess að opna og efla og vera í samræðu, sko, að það þurfi svolítið að taka höndum saman. Þegar þú ert að tala það, þú veist, að það verður einhver að vera í fræðunum allt þetta, þá ég myndi vera sammála rosa miklu af því sem Valgerður er að segja. Já. Það sem þú lendir síðan allt í hennu í það kemur einhver úr fræðasamfélaginu og byrjar að horfa á einhverja heimildamynd og byrjar að fara inn á vísi.is og byrjar að taka einhverja svona stikkprúfu úr sko drullunni. En það er það vel ófaglegt, sko. Og það er það sem ég er að segja. Já. Og þess vegna og þá verðum við að segja, og ég man til dæmis eftir því, það er eitt félagsfræðingur, Víðir Halldórsson, sem að steig fram einhver tímann og hann segir sko, að því að sko ég hef tekið eftir því Hafrún Kristjánsdóttir sálfræðingur og yfir íþróttadeildin í HR og Víðir, þau sko stíga fram þegar hlutir verða current og mér er alltaf þótt þetta svolítið skrítið, svona alltaf taka þátt í dægurmála þrasinu einhvern veginn þegar þú ert raunveru, þegar hlutverk þitt er í raunveru að rannsaka og bíða og koma svo eftir með eitthvað, að þá segir hann, og ég á þetta einhverstaðar á teipi, þá segir hann sko ef að við þyrftum alltaf að vera, við fræðingarnir þyrftum alltaf að vera að kynna okkur hlutina, þá gætum við aldrei tekið þátt í umræðinni. Nei. Og ég hugsaði bara, what the hell? Býtu, hvaða djók er þetta? Og þetta er bara eins og svo oft áður, það segir engin neitt vegna þess að þú veist, það er engin að þetta er bara svo mikið amateur hour, sko. En er þetta ekki, þú fer þá á, fyrst að þú ert nú körfubolta Þú kemur á æfingu og ég sess mig kynjafræðingur í háskóla. Og þú ferði og skráður. Amen og tíminn er búinn og Brynja Karl, þú ert stórkostleg, stúlkna körfubolta þjálfarafræðingur og Valgerður fyrirgefðu, Þór Pálmadóttir, kennari kynjafræði hugmyndasögu Háskóla Íslands. Hjartans þakki fyrir að koma og bara ráðast á þennan hnút Vógrán, góðir hlustendur og hlustendum og áhörundum þakka ég fyrir og Birni Þorláksinni fyrir að vera með okkur og hann þurfti að stökkva. Laufey Líndal Ólafsdóttur, tæknikonu, þakka ég líka fyrir að varpa þessu beint í mark yfir til ykkar og við höldum áfram eftir smástund við rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir, takk. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.